sendum riðulega á daginn einhverja góða predikanir eða eitthvað slíkt til þess að sem að tala virkilega til mín. Þannig að það mikil blessun að eiga eiginmann sem að styður mann líka bara á andlegri vegferð. Takk Jesús, hann góður. Og mér langar til þess að tala þetta, að elta hamingju. Ég veit ekki með ykkur en ég rosalega slegin yfir fréttum bara vikunar. Og þetta hefur fengið mig mikið til þess að hugsa hvað maðurinn tilbúinn að fórna miklu og gera mikið til þess að elta ímyndaða hamingju. Þegar græðgin einhvern veginn tekur öll völd og við þurfum einhvern veginn að reyna bara að græða einhvern veginn pínlítið meira. Og það fékk mig til þess að hugsa og staldra við og ég er mikið búin að vera að biðja yfir þessu, líka bara fyrir íslenskri þjóð. Og það ég held stundum að við séum svolítið að fara rangar leiðir. Fyrir mér þessi ofboðsleg krafa að fólk sé að græða peninga og ég er ekkert á móti því að fólk eigi pening. Mér finnst það bara blessa, það er frábært. En við megum ekki týna gildum okkar við það að leita eftir einhverjum skjótfengnum gróða. Það er ekki þess virði. Sönn hamingja er ekki þarna úti eða þú ferð einhverja vegferð og þú höndlar eitthvað og þá ert allt í einu orðinn hamingjusamur. Það er ekki þannig og ritningin er svo skýr hvað þetta varðar. Og mér langar til þess að lesa fyrir ykkur og þetta er svona ritningastæðnir sem ég ætla að fara í dag og það er í Filippibréfinu í 4. kafla. Það verður varpa hérna upp á vegginn, vonandi. Og við byrjum hérna í versi númer 4. Verið ávallt glöð í drottni. Ég segi aftur, verið glöð. Ljúflyndi yðar verði kunnugt öllum mönnum, drottinn í nánd. Verið ekki hugsjúk neitt, heldur gerið í öllum hlutum, óskirið að kunnar Guði með bæn og með beiðni og með þakkargjörð. Og friður Guðs sem æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Að endingu systkin, allt sem satt, allt sem göfugt, rétt og hreint, allt sem elskuvert og gott afspurnar, hvað sem dygð og hvað sem lofsvert, hugfesti það. Og þið skuli gera þetta sem þið hafi lært og numið, heyrt og séð til mín og Guð friðarins mun vera með ykkur. Og í næsta við ætlum aðeins að halda áfram bara til þess að við fáum kontekstið. Ég gleðst mjög og þakka drottni fyrir að hagur ykkar hefur loks batnað svo aftur að þið gátu hugsa til mín. Að sönnu hafið þið hugsað til mín en gátuð ekki sýnt það í verki. Vers 11. Ekki ég segi þetta vegna þess að ég hafi liðið skort því ég hef lært að láta mig nægja það sem ég hef. Ég kann að búa við lítinn kost. Ég kann einnig að hafa allsnægtir. Ég er fullreyndur orðinn í öllum hlutum að vera mettur og hungraður, að hafa allsnægtir og líða skort. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir. Ég veit ekki með ykkur en mér finnst óbáslega gott, ég elska þetta vers, allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir. Þetta búið að vera svo mikið vers sem ég hef oft bara talað út á hverjum einsta degi þegar ég upplifa að ég er ekki alveg með það eða eitthvað slíkt. En það er svo gott að lesa samhengi hlutana. Þess vegna er svo mikilvægt að lesa orð Guðs. Ekki bara einn og einn ritningast, það heldur að lesa í hvaða samhengi eru hlutinni sagðir. Fyrir mörgum ári síðan, ég og Jóhanna, við og systkinin okkar hinn, Guðni og Gunnar Ingi, við erum alin upp af kristnum foreldrum eins og þið sjálfsagt vitið. Og við vorum svolítið pökkuð inn í bómull. Ég til að mynda fór aldrei á böll. Aldrei og heldur ekki í bíó. Og það var bara, þau voru svolítið ströng. En ég þakka Guði fyrir það í dag, ekki misskilja mig. En við fórum aldrei á þessa staði og það gerði það verkum að ég upplifði pínlítið eins og það væri eitthvað spennandi hérna úti. Og ég fekk stundum á tilfinninguna bara, ég vildi óska þess að ég myndi bara að fá að upplifa alla þessa góðu hluti hérna fyrir utan. Og það var ekki fyrir löngu seinna sem ég áttaði mig því að það var bara ekkert sérstakt hérna fyrir utan. Því að Guð er hér. Því að hamingjan er hér.
og hann vill eiga samfélag við okkur hér og nú, ekki í einhverju hérna fyrir utan, og ég ótrúlega þakklátt fyrir það í dag, þó svo ég leyfi börnunum mínum alveg að fara í bíó og jafnvel á einhverju svona dansleiki, að þá hérna ég óbáslega þakklátt fyrir það uppeldi sem ég fékk. Ég rosa þakklátt fyrir það. Voru þetta fullkomni foreldrar? Alls ekki. En ég þakklátt fyrir það í dag að hafa fengið þessa vernd og þá blessun að vera svona svolítið haldið til haga, passaði upp á mig, þannig að ég myndi ekki fara út og suður og gera alls konar hluti. Jafnvel þótt að ég myndi taka kannski aðra afstöðu í dag. En hérna Páll að tala hvernig við eigum að vera nægjusöm og hvernig við eigum að vera glöð og hvað það mikilvægur kostur að hafa á göngunum með Guði að vera nægjusamur. Því að eins og ég sagði áðan, hamingjan ekki hérna fyrir utan, hún hér og hún ákvörðun. Ég gríðarlega blessuð kona, eins og þið vitið. Það Jóhanna veit það. Ég gríðarlega blessuð kona. Ég ætla að segja þetta aftur, ég rosalega blessuð kona. Komið þið svo. Ég bara ofboðslega blessuð á fallet hús, yndislega mann, fallet heimili og svo framvegis og ég bara ríkulega blessuð á Guði. Hef alltaf haft svona meira en nóg. Og það ekki allir hér á Íslandi sem hafa meira en nóg, en við erum þar. En það þarf samt afskaplega lítið að eiga sér stað til þess að ég upplifi allt í hennu að ég eigi ekki nóg. Það þarf ekki annað en að vera eitthvað við hliðina á mér fara fjárfesti í stærra húsi og þá allt í hennu hugsaði bara, ef ég ætti bara svona, þá kannski væri ég meira hamingjusöm. Og ég held í rauninni að þá þetta ósköp eðlileg tilfinning. Ég hugsa að það upplifi þetta allir á einhverjum tímapunkti. Þannig að Páll að tala að vera ávallt glaður. Má ég heyra amen. Og hvernig það þegar við förum í gegnum skilnað eða við upplifum gjaldþrot og slíkt eða við erum í vinnu sem ekki að veita okkur þessa hamingju eða við fáum ekki að blómstra í okkar vinnu eða erum með erfiðan yfirmann. Virkilega hægt, og nú varpa ég þessa spurningu út til ykkar, virkilega bara hægt að vera ávallt glaður? Það hægt? Nei, segir hún. Já, segir ritningin. Það nefnilega málið. Við eigum að vera glöð. Út af því að gleði ekki tilfinning. Hún ákvörðun. Og hún lífstíll. Og við eigum að geta verið alltaf glöð. Ég alltaf glöð? Þetta var aðeins svo sterkt. Nei, þú sko ekki alltaf glöð. Og yfirleitt freka pirruð. Þetta var svolítið þannig, nei, ég tók því þannig. En ég yfirleitt alltaf glöð og alltaf þegar þú hittir alla og fólk spyr hann, hvernig hefur það alveg? Ég glaður. Því hann lýsir því yfir hann glaður og ég get alveg sagt okkur það, Alli svo sannarlega ekki alltaf glaður. Nei, ég tek þetta algjörlega tilbaka. Alli nefnilega yfirleitt alltaf glaður. Út af því hann á þetta óbilandi trú og traust á Guð. Og það það sem að gefur okkur gleði. Má ég heyra með hann? Halleluja. Þegar Páll að tala og rita þessi orð, þá ímyndum við að segja að hann sé eitthvað staðar í einhverjum cozy feeling og hann að hjálpa þeim til þess að verða betra manneskjur og hjálpa þessum söfnum út allt, út að hann skrifaði ekki bara til þeirra, heldur fleiri. En Páll var bara ekkert á mjög háum stað þegar hann skrifaði þessi orð. Við erum ávallt glöðu drottnir, ég segja aftur verið glaðir. Hann var í fangelsi. Ég ætla að segja þetta aftur. Hann var í fangelsi þegar hann skrifaði þessi orð. Finnst ykkur það ekki merkilegt? Og hann skrifar, ég full reyndur orðin. Ég hef lært að búa við skort. Ég hef líka lært að búa við allsnægtir. En allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir. Hvað var það sem gerir það verkum að hann upplifi eins og hann gæti alltaf verið glaður? Fangelsin þarna voru ekki eins og Litlahraun eða Kvíabryggir hjá okkur í dag. Þetta voru hrikalegar aðstæður. Hann var þarna einn og örugglega fastur á höndum og fótum, örugglega í svona dýflissu. Þurfti örugglega bara að það var ekkert klósett, hann bara
gerði þarfir sína þarna og bjó með því, þið vitið, og það hefur örugglega verið lykt og þetta hefur verið hræðilegar aðstæður. En hann skrifar hérna til þeirra og segir, vitið það, lykillinn bara að vera glaður. Lykillinn að stýra hugsun sinni og vera glaður, alveg sama í hvað aðstæðum við lendum. Og hvernig gat Páll, verandi í fangelsi, verandi á svo erfiðum stað, verið glaður? Hvernig gat hann það? Það vegna samfélagsins við Drottinn. Jafnvel í fangelsi, jafnvel í dauða, jafnvel í hverju kringustæð sem að þú kannt að leita í, að þá Kristur alltaf með þér. Þú ert aldrei einn. Og þegar við upplifum þá, þegar sú staðreynd opinberast í líf okkar að við erum aldrei einn, að þá breytist allt lífsmunstri okkar, við hættum að leita út af hamingju, við förum að leita inn af hamingju. Við förum að vera glöð í okkar eigin skinni, því að við vitum að það skiptir ekki máli hvað hér fyrir utan, Guð með. Má ég heyra amen? Takk Jesús. Þannig að vinir, jafnvel í fangelsi þá eigum við að geta verið glöð. Og ég hef oft hugsað til þess með frumkristnina og þegar lærisveinarnir fóru út og voru að predika fagnaðarerindið. Þeir lentu í þvílíkum ofsóknum. Það var reynt að í rauninni að taka það sem þeir höfðu frá þeim, trekk í trekk. Þeir lentu í ýmsum aðstæðum en þeir voru alltaf glaðir. Þeir voru alltaf hamingjusamir og glaðir og hvöttu hvern annan áfram. Af hverju? Út af þeir voru ekki lifandi fyrir þessa veröld, þeir eru fyrir þá sem að komandi. Kristur bjó í þeim og þeir vissu af því og þeir vissu því að það var alveg sama hvernig þetta myndi enda, þeir kæmu út sem sigurvegarar. Og vinir, þegar við förum að átta okkur á því að það alveg sama í hvað kringumstæðum við lendum, hvort sem að það í vinnu með erfiðan yfirmann, hvort sem að það að við lendum í fjárhagslegum þrengingum, hvort sem það að við lendum í því að barn okkar kannski langvarandi veikt, að þá getum við samt verið glöð. Við getum samt verið glöð, við getum tileinka okkur ákveðna hugsun við það að Guð með okkur. Má ég heyra með? Takk Jesús. Og það það sem að Páll var að tala um. Hann var ekkert endilega að tala vinir, að hann vildi vera í fangelsi. Þó að við sem glöð, það þýðir ekki að við þurfum endilega að vera í þessum aðstæðum. Það þýðir ekki. Endilega talaði hann það, hann sagði með bæn, með beiðni, með þakkargjörð. Að þá komum við fram fyrir Guð með allar okkar óskir. Og vinni, það eðlilegt að hafa óskir. Það eðlilegt að þessu hluti sem að hvíla á líf okkar. Og það eru margir sem að upplifa sáran sársauka og vondar tilfinningar. Og vinir, leiðin okkar ekki þá að láta eins og þessar tilfinningar séu ekki til. Alls ekki. Leiðin okkar svo að með bæn, með beiðni, með þakkargjörð, að þá gjörum við óskar okkar kunnar Guði. Lykillinn að vera í sannleika en samt að vera í þakklæti. Ég lít á bæn, beiðni og þakkargjörð þannig að bænin svolítið, Drottinn, ég kem fram fyrir þig. Ég þakka þér fyrir náð þín og miskunn og trúfesti. Ég vil byrja á því að þakka honum. En svo segja honum, Drottinn, ég ætla bara að vera alveg hreinskilin. Ég bara gangi í gegnum mjög erfiðan dag. Það búið að vera allt á afturfótunum í vinnunni og ég bara, mér líður ekki vel og ég bara biðja að koma í aðstæðum mínar. En svo fer ég að nefna það sem að rétt og ég fer að segja, Drottinn, en ég líka veit að þú stærri en mína kringumstæður. Ég veit, Drottinn minn, að þú hefur allt vald í hendi þinni og í dag þá þarf ég ekki að hafa nokkrar áhyggjur því að þú ert að fara að gera leið fyrir mig. Ég veit að þú hefur allt mitt líf í þinni hendi. Og vinni, ég játa sannleikann. Ég játa hvernig mér líður. En ég játa líka fram það sem að Guð hefur sagt líf mitt. Og það leiðin, vinir. Þegar við förum að lýsa því yfir hver Guð í kringumstæðunum, má ég heyra amen. Amen. Og hvernig gerum við þetta? Mér langar svo að fara bara í mjög hefðbundnar æfingar á því hvernig við raunverulega gerum þetta. Hvernig? Æfðu þig með bæn og beiðni. Ég fundi það í mínu lífi, stundum hreinlega biði ég ekki Guð ákveðna hluti fyrir mitt líf
út af mér finnst ég ekki eiga það skilið. Er ég ein? Vitið hvað ég er að meina? Stundum hreinlega vil ég ekki biðja Guð hlut út að ég hugsa, hann vill örugglega kenna mér að ég á þetta ekki skilið og ég á ekki að finna þetta og ég á ekki að upplifa þetta og það er það sem hann er að kenna mér. Þannig ég í rauninni sleppi því að biðja. Er ég ein? Nei, við erum í sannleika. Ég er svolítið þannig út að ég upplifa Guð yfirleitt, hann kennir mig mest í gegnum mjög erfiðar reynslur, þannig að ég oft sætti mig við kringumstæðurnar. En vitið það er pínu hættulegt og mér langar að benda ykkur á af hverju það er. Þegar við gerum það, að þá sættum við okkur jafnvel við aðstæðurnar. Það er ekki það sama og nægjusemi. Það er tvennt ólíkt. Og ég ætla að segja ykkur aftur, ég ætla að útskýra þetta aftur. Þegar við biðjum ekki, þá erum við í rauninni að sætta okkur við aðstæður eins og þær eru og við sættum okkur við í staðinn fyrir að biðja Guð eitthvað sem við viljum fá og við erum þar að leiðandi ekki hreinskilin gagnvart Guði. Það sem að það gerir líka er að það lækkar væntingavísitöluna til drottins. Nú bið ég ykkur að hlusta vel á það sem ég er að segja. Þegar þú biður ekki, þá lækkar líka væntingarna til drottins. Og það er hættulegt. Og það sem að meira er, þá missum við von. Og það getur engin kristinn maður gengið gönguna með Guði án þess að hafa von. Ég ætla að segja þetta aftur, það getur engin gengið gönguna með Guði án þess að hafa von. Lykilatriði því er að vera hreinskilin þegar þú biður. Bæn og beiðni, hver er munurinn? Fyrir mér er bæn, ég að tala við drottinn, ég er hreinskilin við drottinn, beiðni er meira formlegt. Ef þú skoða hvað beiðni þýðir í grundtekstunum að þá er þetta eins og lögfræðingur sem er að agitera fyrir máli. Og ég segi drottinn, þetta eru mínar aðstæður, ég bið að koma inn í þær og ég legg þetta fram fyrir þig. Ég myndi vilja þessa útkomu, en ég legg þetta samt fram fyrir þig. Og í þeim gjörningi, þegar við gerum það, þá erum við samt að setja drottinn, ég seti þetta á þitt borð. Nú tekur þú ákvörðun. Og stundum er það þannig að við eigum ekkert endilega að fá já. Við erum til dæmis stundum kannski að biðja Guð kaupahækkun eða stöðuhækkun og við erum hreinlega bara ekkert að vinna nóg fyrir stöðuhækkunni. Stundum eigum við bara hreinlega ekki að fá já. En stundum gerir hann það verkum að það kemur já. Og ég ætla að nefna dæmi. Daginn að þá vorum við með kaffihúsakvöld. Ég hefði viljað sjá fleiri kaffihúsakvöldinni. En það var yndisleg kvöld. Nema hvað, í lok kvöldsins að þá tíni ég lyklunum mínum. Og leitað bara út allt, allar koppagrundir og leitað og fann ekki lyklunum mína. Þannig að það endaði með því klukkan 11:30 þá skuttlaði mamma mér heim. Og þegar ég var komin heim og ég hugsaði bara drottinn, ég var svona hálf miður mín og ég hugsaði, ok, drottinn, hann er að kenna mér eitthvað með þessu. Ég er búin að gera eitthvað að mér. Hann er að kenna mér og hann ætla svo sannarlega að láta mig finna fyrir því. Ég strax byrju, og það er svo mikil hefning. Heyrið þið hugsanamynstri? Akkur ætti Guð að vilja kremja mig með einhverjum hætti. Við erum svo skrítin, við förum svo auðveldlega þangað. Hann vil kenna mér eitthvað og ég er bara greinilega vondmanneskja og bara svo hugsaði nei. Ég ætla bara að ákalla blóð yfir lyklunum mínum. Ég ætla að biðja fyrir lyklunum mínum. Ég ætla bara að biðja að þeir finnist. Og margir myndi kannski finnast þetta svolítið skrítið að biðja yfir lyklunum. Ég bara kasta þessu út drottinn, þú veist nákvæmlega. Þú gerir þetta líka, eða ekki? Algjörlega. Algjörlega. Það er nefnilega málið. Og þarna var ég bara búin að gefa Guði lyklana. Og svo daginn eftir, þeir voru ekki ennþá fundnir, þá var ég búin að hringja niður í Kia umbúðið og það kom í ljós að það hefði kostað mig 100.000 allavega, 100.000 plus að fá nýjan lykil. Og ég sagði bara drottinn, ég bara minni það á, ég er búin að leggja þetta undir blóðið og ég biðja að bara mæta þessu, ég ætla að biðja að gefa mig lykilinn tilbaka. Hringir Árný, hún þurfti reyndar að hendast núna klukkan 6, alveg Sibba mín.
Ég hérna með lykla sem ég veit ekki hvernig rötuð í mitt veski. Ég grét næstu í síman. Ég að segja ykkur það, ég var svo fegin. Ég bara grét næstu í síman og mér fannst þetta vera svo ofboðslega einhvern veginn, þið vitið, þetta var bara drottinn. Þetta var bara drottinn. Og svona vinnur hann. Svo endaði hún með því að koma í heimsótt til mín og við áttum 2 klukkutíma, yndislega klukkutíma saman, þannig að þetta var allt einhvern veginn bara drottinn að búa eitthvað til í mínu lífi. En lykilatriði ég er svo sannfærð það sem að Guð var að kenna mér að stígðu út og byttu. Ef þú vilt eitthvað, byttu fyrir því. Því að hluti af því að biðja að létta hjarta sínu og vera í sannleika með það hver maður Haldið að Guð þekki okkur ekki. Heldur hann veit ekki hvað við viljum. Og þegar við erum ekki eins og að koma fram fyrir hann með bæn, með beiðni, með þakkargjörð, þá veit hann að við erum ekki í sannleika. Þá veit hann að við erum ekki, að segja satt. Þannig með bæn, með beiðni, þá svo mikilvægt því að drottinn þráir að blessa okkur. Ég ætla að segja þetta aftur, og þið greinlega trúið ekki heldur. Drottinn þráir að blessa okkur. Má ég heyra amen. Hann blessar okkur náttúrulega með alls konar kringumstæðum og stundum erfiðum, en hann þráir að blessa okkur. Alveg eins og ég vil gera hluti fyrir barnið mitt, hversu miklu fremur með drottinn, gagnvart okkur. Og það í litlu hlutunum. Þess vegna svo mikilvægt vinir, með bæn, með beiðni. Því leið og við erum búin að setja fram bænarefni okkar, það getur verið börnin okkar. Það getur verið eitthvað sem hvílar á hjart okkur. Og þá ertu búin að gefa Guði það, þannig að þú ert frjáls. Að fara allt í einu að setja sjón þín á drottinn og svo framvegis. Má ég heyra amen. Amen. En næsta skref, hvernig gerum við þetta? Það fyrst náttúrulega þetta, æfðu þig í bæn og beiðni. Við þurfum að æfa okkur í bæn og beiðni og í þakkargjörð. Númer 2, þá vildi ég nú segja, ég ætla að reyna að finna 2. Amen. Amen. Já, það það. Ég er búin að fara í það. Taktu það, settu það næst einn. Það komið. Þannig það. Það ekki hérna megin. Ok. Já, ég ætla, númer 2. Og þar kemur líka fram að endingu systkin, allt sem satt, allt sem göfugt, allt sem rétt hreint, allt sem elskuvert og gott afspurnar, hvað sem dygð, hvað sem lofsvert, hugfesti það. Þetta lykill, vinir. Þetta lykill. Ég held að allan daginn að þá erum við út af því að við erum ekki að biðja drottinn, við erum ekki að setja hlutin í hendi drottins, að þá verðum við opaslega hugsjúkum hluti. Við hugsum hlutina endalaust, en það sem við eigum að gera að vera skýr, gefa drottina og segja drottinn, þetta þitt mál núna. Ég ætla bara að taka þetta af mínu hjarta og ég ætla að setja þetta í þinn faðm. Út af þú ert starri, þú ert meiri og þú sérðu þetta. Má ég heyra með? Það sem við eigum að gera næst að íhuga bara það sem gott, göfugt, rétt og elskuvert. Við eigum að hafa augun á drottni. Við eigum ekki að hafa augun á kringumstæðum okkar eða hvernig hlutin síðan framganga. Nákvæmlega, takk fyrir. Heldur eigum að setja augu okkur á drottinn. Það sem við þurfum að gera númer 2 að æfa okkur hvert við beinum sjón okkar. Já, nákvæmlega. Takk fyrir Tóti, ég heyri þetta. Það sem við eigum að gera að æfa okkur hvert við beinum sjón okkar. Og vitið það allt og margir hlutir sem að trufla sýn okkar. Það bara þannig. Við göngum í gegnum lífið og það eitthvað sem að segir eitthvað, að gerir eitthvað og allt í einu fyrir við bara að beina sjónar á því. En það sem að drottinn segir að hann mun gera veg okkar slétta þegar við beinum sjónum okkar til hans. Og vinir, það svo mikill lykill í því að þegar við förum að vona á drottinn að þá fáum við nýjan kraft og þá getum við haldið áfram göngunni með Guði. Þannig að við þurfum að beina sjónum okkar á því sem gott afspurnar, hvað sem dygð, hvað sem lofsvert, hugfestum það. Því að nægjusemi og hamingja fer mjög mikið eftir því hvert við horfum. Má ég heyra með? Í 3. lagi.
æfðu þig, þetta þarna? Æfðu þig að lifa í núinu. Og ég veit að þetta mjög svona, þú veist, það allir að tala núið, en það virkar, vinir. Við eigum að vera hér og nú. Það svo mikið í þessari veröld okkar, það allir á Instagram, það allir einhvern veginn að auglýsa, þú veist, mitt líf svo frábært og við förum svo mikið að horfa og bera okkur saman við það sem að gerast í kringum okkur. Meðan Drottinn hefur áhuga á því að eiga samfélag við okkur. Ekki eitthvað sem gerist í framtíðinni, heldur eitthvað sem að gerast núna. Þannig í dag þá þurfum við að æfa okkur að vera hér og nú og leyfa Guði að vinna í líf okkar og leyfa Guði að leysa úr þeim flækjum sem eru hér og nú. Má ég heyra amen? Takk Jesús. Því hann þráir að eiga samfélag við okkur. Hann þráir að elska okkur. Hann þráir að vera með okkur. Hann þráir að tala við okkur á hverjum einasta degi. Ég reyndar að held að hann sé alltaf að tala við okkur. Við erum bara ekki að heyra. Það of mikið hljóð í kringum okkur, það of mikið læti í kringum okkur og við erum alltaf að reyna að sækjast eftir gleðinni hér og þar, meðan þegar gleðin í rauninni felst í því að slaka þess á og heyra röddu Guðs. Og ég man eftir, og ég er búin að segja ykkur þetta áður, þegar ég fór einu sinni í frí til Spánar, og þá fannst mér Guð tala til mín alveg non-stop. Og hann bara talaði. Og ég allt í hennu uppgötaði, það var ekkert út af því að ég var komin á einhvern nýjan stað í Guð, það var einfaldlega út af því að ég var í fríi. Þannig að vinir, í staðin fyrir að vera að bera okkur saman við fólk sem í kringum okkur, tökum frá tíma þar sem við eyðum bara með Guði. Þar sem við leyfum Guði að tala til okkar, þar sem við erum ekki að gera hitt og þetta, við erum bara að vera. Má ég heyra með? Bara að vera. Og vinir, það svo mikið lausn fólkin í því að vera. Ekki að gera, heldur vera. Ekki allir sannfærðir. Amen. Ég allavega sannfærð. Í Jesú nafni. Halleluja. En mér langar til að benda ykkur á vers númer 9. Hérna. Það stendur svo: Þið skuli gera þetta sem þið hafið bæði lært og numið, heyrt og séð til mín, og Guð friðarins mun vera með ykkur. Þetta lítið vers og lætur ekki mikið yfir sér, en segir allt sem þarf. Ég ætla að lesa þetta aftur. Þið skuli gera þetta. Það sem þið bæði lært og numið, heyrt og séð til mín. Og Guð friðarins mun vera með ykkur, þið skuli gera þetta. Þannig að hann að tala gleði, hvernig við getum verið glöð alltaf. Og svo segir hann hérna í versunu, þegar hann að ljúka þessari hugsun, þið skuli gera þetta. Og vinir, gleðin ekki það að í rauninni að detta í eitthvað ástand, gleðin það að gera eitthvað. Gleðin það að gera eitthvað sem að Guð búin að þegar segja við okkur að gera. Við eigum að geta verið alltaf glöð. Við eigum að geta verið alltaf glöð í Jesú nafni. Má ég heyra amen? Amen. Takk Jesús. Halleluja, Drottinn minn Jesús. Ég bið Drottinn minn að gefa okkur gleði hér í dag. Gefa okkur lausn hér í dag, Drottinn minn Jesús. Og ég bið Drottinn minn að taka af okkur Drottinn þennan skugga fyrir augum sem að gera það verkum að við sjáum ekki hvert við eigum að fara. Ó Drottinn minn, og ég bið Jesús að þegar við tökum skref hér í dag, Drottinn minn, að þú komir inn með heilagan anda og eld þinn, Drottinn minn Jesús, og þú glæðir í hjarta okkar, Drottinn minn, og þú gefur okkur eld í beinin, Jesús. Og Drottinn, ég bið Jesús að þegar við, Drottinn minn Jesús, halleluja, þegar við leitum þína öllu hjarta, við mættum finna þig, Jesús. Rússu kurabashia, Jesús, halleluja. Og ég bið Drottinn minn að kirkja þín mætti rísa upp og horfa til þín, Jesús. Ekki horfa á það sem skiptir ekki máli, heldur horfa til þín, Drottinn. Halleluja. Rúsa tarabashia, Jesús. Halleluja. Halleluja, Jesús.
Halleluja, Jesus. Vinur, í dag, að þá eru svo margir sem að þrá að eignast þið sanna líf með Jesú. Það er svo mikilvægt fyrir okkur sem kirkju hans að við séum ekki bara heyrendur, heldur að við séum gjörendur. Páll talar það, hann sagði það sem þið hafi lært af mér, gerið það. Gerið það sem ég segi ykkur að gera. Hvort sem að það er í gleði eða sorg, gerið það. Og vinir, ég trúi því að kirkja Guðs þarf að rísa upp og fara að gera hluti sem hún hefur vit á, sem hún hefur þekkingu á. Og hún sé ekki bara heyrandi, hún sé líka gjörandi orðsins. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja, Jesus. Jesus. Beigjum aðeins höfuð okkar. Jesus minn, ég bið að snert okkur með anda þínum, Jesus. Ó, Rabashi, Rabasi, Jesus. Halleluja, Jesus. Ó, Rabashi, Rabasi, Jesus. Ég bið nýjan eld, Jesus. Jesus. Halleluja, Jesus. Ramashikira basia, Jesus. Amen. Spilaðu, Rabbi. Halleluja, Jesus. Amen, Jesus. Hvað lag er þetta? Vilt þú syngja? Rísum á fætur og syngjum hérna með.